Sælt veri fólkið og velkomin með mér á flakk sögu Akureyrar. Kristín Ólafsdóttir og fjölskylda hennar bjuggu í þessu vinalega húsi við Aðalstræti frá því í byrjun síðustu aldar. Eftir að Kristín missti bónda sinn og börnin voru flogin úr hreiðrinu, þá hafði hún félagsskap af leigjanda á efri hæðinni, Jóhönnu Jónsdóttur. Ég heimsótti þær fyrir fáum árum þegar báðar höfðu 100 ár að baki. Já, góðan daginn, Kristín. Góðan daginn. Hvað stendur til? Til hamingju með daginn. Já, takk fyrir, takk fyrir. Hvað segirðu gott? Já, það fína bara, hvað heldur? Við langaði að færa þig hérna lítið blómvöndi til þetta dagsins. Ég þakka fyrir. Ef ekki segja sé bara frá, öllum Íslendingum. Jú, sjálfsagt. Gjörðu svo vel. Ég þakka kærlega fyrir. Hver galdurinn við það að ná þessum aldri og vera svona hress? Þetta Guðsgjöf. Gerir þú eitthvað svona vísvitandi til þess að halda heilsunni? Ekkert nema bara heilbrigt líf svona, eins og gengur og gerist. Maður hefur ekki verið í neinu óreglu og aldrei tóbaki og aldrei víni og við verðum alltaf ánægð með okkur. Er það góðaskapið? Auðvitað maður. Auðvitað er það góðaskapið. Kristín Eiríksína Ólafsdóttir er fædd í Nefstaðakoti í Fljótum 7. júlí árið 1901. Foreldrar hennar, Ólafur Þorkell Eiríksson og Björg Halldórsdóttir, voru fátæk, oftast í vinnumennsku eða búendur þegar jarðnæði gafst. Þegar veikindi móðurinnar komu í ofanálag var Kristínu komið í fóstur í Vesturfljótum að Steinhóli í Flókadal, þar sem Guðbrandur Jónsson og Sveinsína Jórunn Sigurðardóttir, kona hans, tóku henni sem eigin barni. Þá var hún aðeins 2 mánaða. Þar leið henni vel og vildi lengi vel hvergi fara. Á Steinhóli var nóg að bíta og brenna, en Kristín fann fyrir nálægð fátæktarinnar í Fljótum. Sem dæmi nefndi hún að stundum hafi börnu þurft að kúra í rúmi hábjartan dag á meðan föt þeirra voru þvegin. Þau áttu sem sé ekki fatnað til skiptana. Já, ég man það þegar ég var krakki. Ég man það. Þetta var hún næsta bæ við mig. Það hafði voðalega lítið. Og þurfti kannski að vera í rúminu á meðan fötin voru þvegin? Já, börnin. Börnin voru látið líka og meðan verið að þvo af þeim. Það er annað í dag? Ég hætti að vera sér fleikt heldur meira. Nú til síðs að börnin fari á leikskóla strax, síðasta lagi 2 ára aldur? Já, og ekki eins það. Þyrfti kannski að gefa börnunum meiri tíma? Já, heima hjá sér. Læra að leika sér heima og vera með fólkinu, tala við það. En þetta er alltaf náttúrulega í leikskólana. Jú. Undir eins. Það á að lasta upp svo gott fólk. Ég því hvernig eru farið með hina sem aldrei hafa farið í þessu skóla. Nú eru stofnanir sem að sjá uppeldi? Já, bara það færi þá nokkuð betri en ég. En fólk er frjálsara. Það getur leikið sér meira. Erum við kannski að verða of kröfuhörð? Já, þetta er ansi mikið, það er óskum mikið látið. Það er mikið keypt af því sem ekki þarf. Það var ekki fyrr en Kristín var 12 ára að hún fluttist til foreldra sinna sem þá höfðu komið sér fyrir á Siglufirði. Sjómönnum þótti á Siglufjörð farandir síldinni landað var. Þar hitt hún fyrst 5 systkini sín og var Kristín næst elst. Á Siglufirði komst Kristín í barnaskóla og fljótlega fór hún að taka til hendinni við síldarsöltun. Þegar veiði var góð, þurfti margar hendur við söltunina og krakkarnir á Siglufirði létu sitt ekki eftir liggja. Voru komnir í söltun leið og þeir höfðu krafta til.
Þá var nú gleði og geislandi hlátur sem bergmálar enn. Þá voru sorgir og saknaðar grátur sem bergmálar enn. Ánægðir til hafs úr höfn, fórum við gleymnir á meyjana nöfn. Vorum við grátur og hlátur í huganum bergmálar enn. Fjölskyldan flutti til Akureyrar árið 1919, en Kristín hefur nú ekki verið mikið fyrir að ferðast dagana. Ég svo heimakær. Mér langar mest að vera heima, en ekki neinum ferðalögum. Þú þá aldrei farið út fyrir landsteinana, væntanlega? Ég ekki út fyrir landsteinana byrði fyrir þér. Ég hef bara farið til Reykjavíkur og það lengst það. Og þetta ágætt. Mér líður vel með það. Í marsmánuði árið 1885 fæddist sveinbarn á Hallgilsstöðum í Arnarneshreppi. Sá fékk nafnið Jón og var Pálsson Jónssonar frá Hólum í Eyjafirði, en móðir drengsins var Margrét Guðmundsdóttir frá Stóra Dunhaga í Arnarneshreppi. Drengurinn þótti snemma dugandi og ungur hafði hann lært til smíða. Hann sigldi eftir það til Kaupmannahafnar og ætlaði þar í byggingartæknifræði eða arkitektúr. Fyrri heimsstyrjöldin var til þess að hann neyddist til að fresta námi og ákvað að skreppa heim til Eyjafjarðar þar til vopnaglamrið þagnaði. Þar kynntist hann Kristínu Ólafsdóttur, kvæntist henni og árið 1922 hófu ungu hjónin búskap í Arnarnesi í sambýli við foreldra Jóns. Við gengum tvö í rökkuró. Við leitum sljóð hungan skó. Þú varst yndi ástin mín, ástin á Hér kemur séra Arngrímur Jónsson með blóm til móður sinnar á aldarafmæli hennar, en þá var hann sjálfur komin vel á áttræðisaldur. Kristín fæddi hann í Arnarnesi ríflega ári eftir brúðkaupið. Hann fór menntaveginn, lærði til press og þjónaði lengi í Odda á Rangárvöllum og síðar til starfsloka í Háteigsókn í Reykjavík. Þetta ekki að hafa fyrir okkur, Kristín? Okkur ekki kaffi? Já, maður hefur aldrei svopanum veit það svo sem. Það alltaf gott að fá dropa. Já, það hressir. Eftir nokkur ár í Arnarnesi fluttu Jón og Kristín með Arngrím til Akureyrar þar sem Jón tók til við smíðar. Fyrst bjuggu þau í gamla hótelinu sem kallað var, en það þótti með glæsilegustu húsum Akureyrar þegar það var byggt skömmu fyrir konungskomuna 1907. Þar fór vel unga fólkið, en engu að síður var þeim ljóst að þar var tjaldað til fárra ára. Þess vegna voru þau leitandi eftir framtíðarhúsi og sú leit bar árangur árið 1929, þá keyptu þau Aðalstræti 32. Elsti hluti hússins frá því miðja 19. öld og í þeim hluta lofthæðin líka minnst. Jón byrjaði á því að stækka eldhúsið helming og síðar byggði hann fjós, hlöðu og trésmíðaverkstæði á bak lóðinni. Innangengt á milli allra húsana, en stóð aldrei til að kaupa nýrra og stærra hús. Það datt einu sinni í hug og ég drap það niður. Þú voru ekki vilja að fara hérðan úr fjörunni? Já, mér fannst bara gott að vera hér og safna ekki skuldum. Ég hata þær. Sama árið á þau hjón fluttu í Aðalstrætið fæddist þeim dóttir sem fékk nafnið Bergþóra. Hún húsmóðir á Akureyri en starfaði einnig í verslunum og síðar lengi á skrifstofu skattstjóra á Akureyri. Bergþóra launaði uppeldi ríkulega með því að vera öryggisanker móður sinnar í ellinni. Það aldrei neinn óánægja í þessu húsi. Aldrei. Það hefur aldrei verið. Minnug barnæskunnar í Fljótum þótti Kristínu sárt að sjá fátæktina leika fólk grátt.
ekki síst ef í hlut áttu barnmargar fjölskyldur. Hún barðist því fyrir bættum kjörum innan verkalýðshreyfingarinnar og þótti róttæk. Já, bara svona. Nei, hvað ég hefi kunnað það. En þú hefur vitað hvað þú vildir? Já, ég hef alltaf vitað það. Það er ekki hægt að róta því neitt. Og fyrir hverju varst að berjast í verkalýðshreyfingunni? Fyrir bættum kjörum fólksins. Jón, eiginmaður Kristínar, tók einnig þátt í kjarabaráttu trésmíða. Hann lagði sitt að mörkum til að koma trésmíðafélagi Akureyrar á legg og var formaður félagsins árabil. Kristín sagði ástandið hafi verið þannig að verkafólk hafi þurft að berjast fyrir lífi sínu vegna örbirðar, húsnæðis og atvinnuleysis á kreppu tímum. En þrotlaus barátta fyrir bættum kjörum bar loks árangur. Þetta hafðist undir skelegri stjórn dugmikilla foringja með eld í æðum. En hvað finnst henni verkalýðsforystuna í dag? En mér finnst foringjarnir vera orðnir svo daufir. Að vera svo sem einhver foringjar sem maður getur talið. Þetta var allt annað. En það þurfti líka meira að berjast. Kristín og Jón gerðu meira en að berjast fyrir bættum kjörum verkafólks. Þau réttu einnig mörgum hjálparhönd. Stundum var það kartöfluskjatti, matur eða mjólk, en einnig var skotið skjólshúsi við fólk lengri eða skemmri tíma, þótt húsið í aðalstrætinu væri ekki stórt. Skipti þá engu hvort þiggjendurnir væru aflögufærir leigugjald. Sú sem lengst hefur búið hjá Kristínu er Jóhanna Þóra Jónsdóttir, sem hafði búið í risinu í nær 70 ár þegar ég heimsótti þær stöllur. Þú ert með ágættan leigjanda? Jú, það er nú líklega. Það er alltaf sama kona. Og hún er á svipuðum aldri? Já, hún er 101 og nokkra mánuði. Það fer vel þig í fjörunni? Já, ágætlega. Og hér ætlar að vera með þú getur? Já, ég ætla að reyna það. Meðan að Kristín þolir að hafa mig. Já, Jóhanna náði 100 ára markinu, ríflega ári á undan Kristínu, en hún er fædd á Illuvastöðum í Hnoskadal 12. daga febrúarmánaðar árið 1900. Það var og er snjóþungt í Hnoskadalum, þannig að Jóhanna gifti sér ekki upp við norðan Garra á afmælisdaginn. Fyrir vikið þurfti að fresta öllum austuhöldum, en Jóhanna lét vel af sér og sínum. Ég klæðist alltaf og gerir svona, er sjálfbjarga. Og ferð hér húsið? Já. Stíginn er engin farartálmi? Nei, ég er bara hægt. Foreldrar Jóhönnu voru Jón Kristjánsson og Indiana Margrét Indriðadóttir. Hún var skírð eftir föður sínum sem lést á meðan hún var enn í móðurkviði. Indiana varð heldur ekki langlíf. Hún lést úr lúnabólgu þegar Jóhanna var tæplega 2 ára. Eftir það fór Jóhanna í fóstur til Þóru og Jóhanns Jóakimssonar á Illugastöðum og ber hún nafn þeirra. Jóhanna Þóra á því ekki ósvipaðan bakgrunn og Kristín. Þær fóru báðar ungar í fóstur til vandalausra en voru lánsamar með heimili og húsráðendur. Jóhanna var skírð og síðar fermd í kirkjunni á Illugastöðum og ber því sterkar taugar til staðarins. Frá kirkjunni dalins í strauma skógi er dagsljósið hverfur á braut og æskunna seiðandi slóður mun ég svífa himnanna skraut. Komdu til skógarins kirkju, já kirkjunnar í fjallasá. Þar er bernskunnar blíðasta minning, fögur brún lítil kirkja í dag. Jóhanna flutti í Aðalstrætið árið 1934. Þá hafði hún 4 ár yfir 30 og var nýorðin móðir. Hún var með 13 vikna son sinn á handleggnum, en í þá daga var nú ekki mulið undir einstæðar mæður. Já, það var ekki bæturnar þá. Nei, allt rukka, allir litir.
sjúkrasamlag og allt. En Kristín og Jón fréttu af erfiðleikum Jóhönnu og buðin að vera með drenginn þótt engin ættartengsl eða kunningsskapur væri til staðar. Jón bóndi Kristínar lést 20. desember 1972 og síðan hafa þær stöllur verið einar í gamla húsinu við Aðalstræti. Það fyrir vel á með þeim þótt ólíkar séu. Hefur hún verið góður leigjandi? Ágætur. Alltaf staðið í skílu? Ég nú hrætt það. Það nú ekki vandað. Og borgar hún leigu enn? Hvað heldurðu? Heldur að maður reyni ekki að græða smögget? Jú. Það nú ekki vandi að borga leigu af erlistyrknum. Það nú ekki vandi, ég hafi vel að lifa á honum. Já, finnst þér þetta nóg? Já. Þú kvartar ekki aðkomuna? Nei. Drengurinn hennar Jóhönnu Birgir, lengi kennari á Akureyri. Hann var varla farinn að stauta hveri þegar tónlistin fangaði hann og innan við 10 ára aldur var kappinn farinn að spila á orgel. Tónavinurinn Jón Sigurgeirsson frá Helluvaði mun hafa komið stráknum á bragðið. Faðir Birgis var Helgi Stefánsson, bóndi á Þórustöðum sem þá var ekkjumaður. Ekki reyndist grundvöllur fyrir sambúð hans og Jóhönnu, en hvað með aðra herramenn? Var Jóhann aldrei farinn að brydda brúðar skóna? Nei, það engin vilja mig. Hvort þóttu þér það betra eða verra? Ég hef ekki hugsað það. Ég hef sjálfsagt getað það ef ég hef kært mig Náð mig einhvern kall. Maður þarf þá ekki að skilja við það. Þetta ágætt. Ég á þennan eina son og hann mér góður og nú styður hann mig. Týræð lætur Jóhannesi ekki muna að snara sér upp og niður snarbrattan stigan í Aðalstræti, segir að það haldi sér í formi. Stíginn var hennar líkamsræktar stöð. Það fátítt að týræðar konur búi sjálfstætt og sjá sig sjálfar, þannig að sambýli þeirra Jóhönnu og Kristínar, tveggja kvenna sem hvorum sig hefur heila öld að baki, hlýtur að vera einstæmi hér á landi og þótt víðar væri leitað. Það voru og eru kjarnakonur. Já, það nú kannski. Það bara þráin og það svo gott að vera í rólegheitum ef maður getur það. Að sjálfsögðu fengu þær stöllur diggan stuðning frá börnum sínum og heimilisþjónustu bæjarins, fyrst og fremst við aðdrætti til heimilisins síðustu árin. En flest voru þær sjálfbjarga. Kristín lét sér til dæmis ekki muna að snara í eina jólaköku. Ég bara kallbrauð. Já. Matarbrauð líka. Elliheimili eitthvað sem þær stöllur vilja helst ekki heyra nefnt. Minnst ekki á það. Þér hugnast það ekki? Nei, ekki að minni ég get staðið. Ég fer þá án þess ég viti af. Reyndar lenti Jóhann eitt sinn á heimili fyrir aldraða eftir sjúkrahúslegu, en hún útskrifaði sig sjálf, fór aftur heim til Kristínar í Aðalstrætinu. Ég var ekki það ráðinn þar. Þú var sem sagt útskrifað þig af elliheimilinu? Já. Þú voru ekki átt heima þar? Nei, ég kunni ekki við mig. Þetta var ómöld. Það var enginn sem var að tala við. Það var svo ruglað að blessa fólki. Það var ekki svo gamalt. Það var yngri en ég, sjálfsagt flest. Ég var nú bara ekki vel góð meðan hún var í burtu og hélt hún kæmi ekki heim frá mér. En hún hefur útskrifað sig af elliheimilinu? Hún gerði það sjálf. Já, ég gerði það sjálf. Já, og svo vildi læknirarnir náttúrulega, þeir eru svo góðir að hugsa að láta það fara á elliheimili, svo það verði þá alveg búið. Það þurfi ekkert með það að gera meira. Já, en hún sá við þeim. Þið sjáuð alveg einhver sjálfar eldið matinn og allt hvaðina? Já. Þvoðum þvottinn og gerum allt. Þær stöllur eru þó ekki að lasta elliheimilin sem slík. Þau séu nauðsynleg í mörgum tilvikum og þar starfi dugmikið fólk sem gefi mikið af sér til gamla fólksins. En þær telja vist á dvalarheimili ákveðna skerðingu á sjálfstæði hvers og eins. Lífið verði fyrirhafnar minna, aðgerðalítið fyrir hug og hönd. Það auðveldi ellikerlingu eftir leikinn.
Það verður gamalt af því það hefur ekkert að hugsa. Já, maður... Nema að láta sér leiðast. Maður þorir Þú ekkert þarft að ekki að gera. halda það að því leiðist ekki þó það verða að pína sig í að fara þetta. Því aðstandurnir vilja vera frjálsir. Það er það. Þegar maður er frískur og er með fullum sansum, þá er maður ekkert gamall. En enginn getur stöðvað tímans hjól. Jafnvel ekki kraftaverkakonur á borð við Kristínu Ólafsdóttur og Jóhönnu Þóru Jónsdóttur. Þær vissu að degi var tekið að halla í Aðalstræti 32 og ef önnur færi þá yrði tæft með hina. Og þið ætlaði að búa hér saman vinkonurnar áfram? Já, með heilsan leyfir. Svo veit maður ekkert. Það er náttúrulega ef önnur fer eitthvað. Já, þá er nú búið. tæft með hina. Já. Kristín sagðist vera orðin rótföst í sínu gamla húsi og þær jurtir sem slitnar eru upp með rótum lifa sjaldan lengi. Hún var þess viss að þegar hún færi úr Aðalstrætinu þá væri kveðjustund skammt undan. Þá er ég búin ef ég fer heimana. Já. Það reyndust hafa rétt fyrir sér gömlu konurnar, því stuttu eftir 100. og annan afmælisdag Jóhönnu, datt Kristín og lærbrotnaði. Eftir að Kristín var flutt á spítala, fór Jóhanna líka. Já, það er alveg stór einkennilegt þetta. Og þegar við fórum af heimilinu gamla, þá var það svoleiðis að hún datt og braut sig og þurfti að fara bara kvöldi til. Og ég varð að fara líka og kom ekki heim aftur og hún ekki heldur. Beinbrot Kristínar greri, en hún var ekki lengur fær að sjá sig sjálf í Aðalstrætinu. Hún fór í dvalarheimilið Hlíð í herbergi með Jóhönnu. Þar var stjanað við það stöllur, en Kristín var rótlaus og þannig lifir enginn lengi. Hún kvaddi þennan heim eftir 2 mánuða dvöl utan veggja Aðalstrætis 32. Hún lést 3. ágúst 2003 og var útferð hennar gerð frá Akureyrar kirkju. Séra Gunnlaugur Garðarsson, jarðsöng. Já, ég sakna hennar fyrst, en þetta var gott fyrir hana. Hún var óanægð og hún var lasburðaorðin og hún var mjög ósátt við að fara hingað til dæmis, en fór þó og við vorum á sama herbergi.
Jóhanna verður 106 ára í febrúar og nú þriðji elsti núlifandi Íslendingurinn. Hún nýtur aðhlynningar á sjúkraheimilinu Hlíð, þar sem hún og Kristín nutu samvista í nokkrar vikur. Þar hefur hún tekið á móti forsetanum, bæjarstjóranum á Akureyri og fleiri góðum gestum. Mér leiðist, segir hún. Hér ekkert við að vera og hér eru fáir sem hægt að ræða við og dagarnir eru lengi að líða. Þetta ekkert vit að hann lifa svona lengi. Þrátt fyrir þá bláköldu staðreynd að Jóhanna og Kristín eru ekki lengur í Aðalstræti 32, þá ekki allt sem sýnist. Hugur þeirra þar enn og þar allt óbreytt. Það rétt eins og þær stöllur hafi brugðið sér út í búð. Og Kristín vitjar Jóhannu gjarnan í draumi. Já, það nú meira. Það bara stundum nótt eftir nótt. Og hvað eru þau þá að bardúsa stöllurnar? Já, ýmislegt. Þannig að Kristín enn að þó hún sé farin á önnur tilverustig. Ábyggilega. Hún ábyggilega þarna með hugan, ef eitthvað hægt að hugsa. Þú hafði nú einu sinni orði að þú hefði nú ekki löngun til þess að fara á elliheimili. Nei, ég hafði það ekki. Og ég svo sem hefði. Gjarna vilja fara bara rétta leið. Og ekki á elliheimili bara til skaparans. Já, Jóhanna var ekki alltaf sátt í skaparan. Þótti lítil skynsemi í að láta sig verða svona gamla á sama tíma og ungt fólk væri hrifið í burtu í blóma lífsins. En allt tekur enda. Jóhanna náði því að verða 106 ára og ríflega hálfu ári betur. Hún var orðin elst Norðlendinga og það var ekki nema einn Íslendingur eldri þegar Jóhanna lést. Hún hélt andlegri reisn til síðasta dags þótt líkaminn væri farin að gefa sig. Jóhanna lést aðfara á nótt 27. september. Þá óð unglið í skýjum yfir æskusveit hennar í Hnjóskadal, dalnum hennar. Þar sleit hún barskónum, þar voru ræturnar. Í hennar augum var engin dalur falleri. Birgir, sonur hennar, á sama máli og hann gerði ljóð og lag dalinn, sem móðir hans hafði í hávegum. Að sjálfsögðu var lagið sungið við útför Jóhönnu í Akureyrar kirkju. Það gerði Örn Viðar Birgisson en séra Gylfi Jónsson jarðsöng. Drottinn minn, gef þú dánum nóg, en hinum líkt sem lifa. Berg fegren í Fnjóskadal, friðsæld ríkir í Bjarkarsal, ilmur skógar ángan úr jörðu, ár niður blandast við fuglanna hjal. Þar skærast skraut blóma var. Hér hefur verið sögðu saga tveggja kvenna sem lifiðu síðustu öld. Dæmisaga frá miklum umbreytingum í íslensku þjóðlífi. Þeim fækkar sem muna þá tíma, þegar þjóðin hafði vart í sig eða á. Sú kynslóð sem var að þroskast í upphafi síðustu aldar komst úr fátækt til þess að verða bjargálna og jafnvel ríflega það. Þrátt fyrir það var það ríkt í þessu fólki að fara vel með, standa skil á sínu og eyða ekki umfram efni. Hins vegar var alltaf svigrúm til að hjálpa þeim sem voru hjálpar þurfi. Allt bruðl var eitur í beinum þessarar kynslóðar. Engu að síður ríkti gleði í þeirra ranni eins og þessi dæmisaga af kjarnakonunum í fjörunni á Akureyri sýnir.
En þú ert hamingjusöm með lífið og tilveruna? Já, ég er það. Ég er hamingjusöm með það. Ég hef ekkert óskað mér eina breytingu á því ég hef fatalega lifa. Þetta er bara fínasta líf. Guð veri með ykkur. Þakka þér fyrir. Blessuð sé minning Kristínar Ólafsdóttur og Jóhönnu Þóru Jónsdóttur. Vörtuna stillir vor ljósa nótt, niðar við ströndar af öldu þeim, hlæjandi stjörnustól tindrar geim. Þrösturinn